syngja með okkur í dag og svo þessi hindóttir mín. Þess ég með tværa þremur í dag og við ætlum að lofa Guð í dag eins og alla aðra sunnudag. Við ætlum að gefa honum dýrðina, við ætlum að lofsyngja hann. Eins og að sjáu þá ekki margir á sviðinu en tæknin með okkur í dag. Og það geggjul hljómsveit sem fær að fylgja þessari tækni. Þið fáið raddirnar okkar og tækni hljómsveit og Aron. En við skulum byrja á því að bara rísa á fætur, við ætlum að lofa Guð. Amen. Takk Jesus, við lofum þig í dag. Gefið þig dýrðina, drottinn minn, Herra Jesus. Að lesa hérna orð Guðs sem enn nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra kærleikur mestur. Og þetta þessi kafli, fyrra Korinthubréf, eitt af mín uppáhaldsbréfum í bara Biblíunni. Þetta allt kærleikan. Ef þú átt ekki kærleika, þá átt ekki neitt. Og kærleikurinn hann fellur aldrei úr gildi, sama hvað hverju gengur í lífinu. Hann fellur aldrei úr gildi. En við ætlum að lofa hann í dag, drottinn Jesú, frelsar okkar, sem gefur okkur von, nýjan kraft og nýjan kærleika. Halleluja. Í orðarík, trúr og sannur alla tíð, mikið verk þitt. Og ég veit að þú best með mér enn, því þitt loforð já og amen, mikið verk þitt, mikið verk þitt. Og hetja frá himni, þú sigraðir
dýrðin í dag. Við viljum lyfta þér upp því að þú ert heilagur. Heilagur að eilífu ert þú, drottinn Jesús. Ég bið að mæta okkur hér í dag með heilugum anda og heldi. Ég bið að snerta við lífum í dag. Í þínu heila undursamna nafni. Halleluja. Takk Jesús. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb.
hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Our sin was great, your love was greater.
Halleluja, því líka nafnið sem að við þjónum, halleluja. Því líka nafnið sem við þjónum, halleluja. Takk Jesús. Helgist þér nafnið. Yes, the world bow down to say you are God. Every man bow down to say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world bow down to say you are God. Every man bow down to say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Tack Jesus, just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. So we sing hallelujah till you come again. And I dance in your presence till you come again. Sing hallelujah till you come again. Just dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence, dance in your presence. Till you come again. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Tack Jesus. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you.
just want you. I just want you. Just want you. I just want you. Just want you. I just want you. Just want you. Just want you. I just want you. Just want you. Just want nobody else will do. Nobody else will do. Just want you. Just want you. I just want you, Jesus. Just want you. I 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 just want nobody else will do. Nobody else will do. I just want you. Just want you. I just want you, Just Jesus. want you. Just want you. I just want you, Just want you. Just want you. Just want you. Nobody else will do. Nobody else will do. I just want you. Just want you. I just want you. Just want you. I just want you. Just want you. I just want you, Just want you. Just want you. Just want you. Just Nobody else will do. nobody else will do. I just want you. I just want you. I just want you, Jesus. Oh, I just want you. Nobody else will do. Just want you. I just want you. I just want you. I just want you, Jesus. Just want you. Takk Jesus, syngja saman. King of glory, hallelujah. Má ég heyra sanninn syngja King of glory. Fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Syngjum einu sinni saman. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Nú komum við að þessum stað í samkomunni. Þetta er engin truflun á lofgjörðinni. Þetta er bara framhald af því að nú fer lofgjörðin frá vörunum yfir í verkin. Því trúin hún er dauð án verka og við erum ennþá að lofa Guð. Og þetta er staðurinn þar sem við lærum að vera synir og dætur og ég ætla að taka hérna smá dæmi úr Lúkasarguðspjalli 15. kafla og þar eru 2 bræður sem lifa í 2 öfgum. Og þeir virðast ólíkir en eru jafn týndir báðir 2. Yngri bróðurinn er sá sem hendir af sér hlekkjónum og segir að enginn eigi að segja mér hvernig hann á að lifa. Hann leita frelsis frá föðurnum. Og hann er alltaf að ýta hans bara, ég vil bara vera frjálslyndari og frjálslyndari og frjálslyndari, þá munir mér líða betur, þá munir ég finna sjálfa mig, sko. Og hann er að reyna að kaupa sér sjálfsmynd fyrir arfinn og hann endar í svínastíunni. Þekkir þetta ykkur? Allt í einu það partíið er búið. Síðan segir hann hérna að hann var endaði bara ráðalaus. Hann var ekki góður ráðsmaður. Eldri bróðurinn, hann er á hinum endanum, hann heldur að ef hann heldur reglurnar og hefðirnar nóg og hann bara vinnur nóg og standi sér nóg og þá verður hann verðugur. Hann er trúfastur í verki en hann er með kalt hjarta. Hann stendur út á tröppunum með trúna í höndum en án föðursins í hjartanu. Hann heldur sig vera þjón en gleymir að hann er barn föðursins. Báðir eru í öfgum, annar vill blessun án ábyrgðar og hinn vill umbun án náðar. Hvorugur vill föðurinn sjálfan. Og við erum að tala um þetta hjartalega hvernig við gefum. Og inn í þetta þá tala orðskviðnir 30. kafli af því að það er 30. í dag. Og hér kom orðskviðnir 37-9.
með ótrúlegum skýrleika. Þar segir hann, tvennt bið ég þig, synja mér þess eigi áður en ég dey. Lát fals og lyga orð vera fjarri mér og gef mér hvorki fátækt né auðæfi en veit mér minn deildan verð. Ég kynni annars að verða saddur og afneita og segja, hver drottinn? Eða ef ég yrði fátækur kynni ég að stela og miðspjóða nafni Guðs míns. Þetta bæn mannesku sem hafnar báðum öfgum. Hún segir í raun, Faðir, haltu mig frá óstjórn sem yngri sonurinn hélt frammi. Haltu mig frá stífleikunum sem eldri sonurinn lifði. Gefðu mér það sem þú veist að ég þarf og kendu mér að vera trúr ráðsmaður með það. Þetta hjarta sonarins. Ekki uppreist, ekki stífleiki, heldur hvíld í föðurnum. Og með þessu þá tengist textinn inn í 2. Korinthubréf 8. kafla og Páll talar söfnu inn í Makedóníu og segir að þeir hafi gefið umfram allt sem maður gat búist við. En svo segir hann þessa setningu sem hjarta málsins sem við erum að tala Og Páll segir, ég segi þetta ekki sem skipun. Þetta ekki skipun. Heldur til að reyna hvort kærleiki yðar einlægur. Þetta sama rödduna í Lúkasi 15. Guð segir ekki, þú verður að gefa. Hann segir, komdu inn. Komdu nær. Gefðu ekki út af einhverju pressu. Ekki til þess að reyna að sanna þig. Gefðu það því að þú ert mitt barn. Og þú þekkir mitt hjarta. Makedóníumenn gáfu ekki vegna þess að þeir áttu mikið. Þeir gáfu ekki vegna þess að þeim var skipað. Þeir gáfu vegna þess að þeir þekktu náð Jesú Krist og sem gjörðist fátækur okkar vegna til þess að við unum ríka fátækt hans. Þeir gáfu af einlægum kærleika. Og það þessi einlægi kærleikur sem hjarta samskotana. Engin pressa, engin skipun, ekki til þess að sýnast, ekki til þess að halda eitthvað. Nei, ég ætla að eyða í mig, sko. Og þess vegna samskotin ekki hlé í tilbeiðslunni, þau hluti hennar og þegar við gefum við að segja, ég vil hvorki lifa eins og uppreisna sonurinn, né eins og reglubróðurinn, ég vil lifa sem sonur og dóttir. Faðir, gefðu mér minn deilda hlut, gefðu mér skynsemi í því sem þú treystir mig fyrir og láttu gjafmildi mína streyma af einlægum kærleika, ekki af skyldu. Þannig að þegar við gefum núna, skulum við gera það af ró, í hvíld við föðurinn og algjöru náð hans, sem börn hans, sem ráðsmenn, sem þau sem heyra rödd föður sem segja, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. Þetta orð föðurins til eldri sonarins. Þú ert alltaf hjá mér. Allt mitt þitt. Og við erum að ganga inn í mánuð þar sem að ég efast ekki að Sibba fái ein flestu símtölin aðstoð og hjálp. Og við erum að hjálpa starfi á Filipsi, við erum að hjálpa þjónustum hér á Íslandi og við erum bara fjölskylda sem að vil gefa, vera góðir ráðsmenn. Og þetta aldrei pressa, þetta aldrei eitthvað trikk, þetta ekki, já ef þú gerir þetta sko, þá færðu doppul sko. Biblían kennir þetta ekki svona. Hún kennir þetta bara, Guð, kendu mér að vera góður ráðsmaður. Þannig að Faðir, við þökkum fyrir að við fáum að vera þátttakendur í því að útbreiða fagnaðarerindið Jesú Krist. Drottinn, ég bara lyfti upp þessum mánuði framundan. Drottinn, hjálpa okkur að vera örlát í að gefa, að hjálpa öðrum yfir hátíðarna, Drottinn. Ég bið að blessa einn og sér hvernig í vinnunni, Drottinn. Megi opnast tækifæri til vitnisburðar, tækifæri til stöðuhækkunar, tækifæri til þess að lofa þig og tigna þig í nafni Jesú. Amen. Amen. Við skulum halda áfram að lofa Guð. I love you, Lord.
the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of Takk Jesus, halleluja. Við lofum þér, takk Jesus, við lofum að þér. Takk þér fyrir trúfestina, halleluja. Hann gefst ekki upp á okkur, halleluja. Ef einhver gefst upp á einhverjum, þá gefst við upp á honum. Hann mun aldrei sleppa okkur hendinni. Takk Jesus.
is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Takk, Jesus. Jesús, hvernig væri að gefa þessum snillingum? Og ég svo stolt af þeim. Sjáu þið hvað þær eru fallegar allar. Samt ég bara að fara á kostum, Inga-Lella fara á kostum og Jóhanna náttúrulega fer alltaf á kostum. Halleluja. Við langar bara að hrósa ykkur fyrir að koma í dag. Það gul viðvörun og það var verið að hvetja fólk til að vera heima hjá sér. En við höfum nú séð annað eins. Við búum á Íslandi, þetta á ekki að trufla okkur svona mikið. Ég var að hugsa það þegar vorum að syngja þetta lag. Every lie and every doubt. Við vorum að tala þetta síðustu helgi, hvað það mikilvægt, vinir. Að þegar vígi koma upp í okkar lífi, að við rífum þau niður. Og hvernig getum við rifið niður þau vígi sem að koma upp í hjart okkar? Biblían talar að orð Guðs lampi fóta minna og hann ljós á vegi mínum. Kannast eitthvað við þessi vers? Ég held mér að ég hafi valið þessi vers þegar ég var að blessast, mamma. Orð þitt lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Allavega, það sem ég vildi sagt hafa. Til þess að sjá vígin í okkar lífi. Við erum öll með vígi. Og hvað er vígi? Ég útskýri það síðast. Það í rauninni legar sem að við höfum fengið inn í líf okkar, gæti verið úr æskun okkar, gæti verið úr okkar eigin syndum eða eitthvað slíkt sem að við kjósum að trúa. Og þá verður þetta eins og vígi í líf okkar. Og Biblían talar og Páll talar að við eigum að tækla þessi vígi með andlegum hætti. Hvað þýðir það? Þegar vígi kemur upp í líf okkar, hver kannast ekki við ótta? Ég hef þurft að glíma við ótta allt mitt líf. Þegar ótti kemur, þá þarf ég að taka á móti óttanum með sannleika Guðs. Og ég ætla að segja þetta aftur. Þegar óttin bankar upp á, þá svörum við honum með sannleika Guðs. Það skiptir svo miklu máli, vinir. Við leyfum ekki bara óvinnum að hertaka líf okkar með okkur hætti. Við ýtum honum út. Við skiptum út lífi fyrir sannleika Guðs. Það það sem við gerum. Og Biblían talar að við eigum að hertaka sérhverja hugsun til hlýðni við Krist. Og það hægt. Við þurfum ekki að vera ofurselt fíkn. Við þurfum ekki að vera ofurselt ótta. Við þurfum ekki að vera ofurselt kvíða. Því að friður Guðs sem æðri öllum skilningi, hann þráir að fylla hug okkur og hjart okkar af nærveru sinni. Má ég heyra amen? Rísum á fætur. Eða hvað, Gunnar? Fyrirgefið, vil ég fá okkur aftursæti? Gunnar, ég ætla að fá Gunnar hérna til að segja örfáa orð. Gul viðvörun, það ekki neitt maður. Ég var eins og að spila fótbolta í mínus 20 gráðum. Það ekki neitt maður. Flottur, pabbi. Hérna, ég tók það fram síðustu helgi að ég ætla núna svona næstu sunnudag að skoða hluti úr Galatabréfinu. En ég ætla líka aðeins að rifja upp, svo enginn, hérna svona, svo þeir náðu þessu alveg. Af hverju? Vegna þess að bréf Páls til Galatamanna, það eitt af þessum bréfum sem hann mjög nytsamur hvað verið að tala um. Hann að segja, kenna fólki í Galatíu að fagnaðarnir náðarinnar gildir eitt og sér, réttlæti fyrir trú, fyrirgefnum syndarinnar, allt saman fyrir trú. Og ekki að blanda því saman við lögmál Móse. Og við höfum svona letan inngang síðast hvernig við erum í hálfan 3. kafla þar sem að Páll að útskýra hvernig fagnaðarnir náðarinnar byrjaði með Móse. Nei, svona með Abraham og við erum eiginlega, ég ætla aðeins að rifja upp aftur. Bara til þess að fá samhengi í hlutina. Brjótum þetta niður frá 3:16 til 17. Nú voru fyrirheitin gefin Abrahams og niðja hans.
Það stendur ekki og nifjum eins og margir ættu í hlut, heldur og nifja þínum eins og höfum einn ræða og það Kristur. Ég fór í þetta síðustu helgi en ég ætla aftur að rifja þessu upp. Sem sagt, þegar Guð kallar Abraham, þú ætlum bara svona orða hlutina, þið getið lesið kvöldun Abrahams í fyrstu Mósebók, þar sem sagt kallar Guð hann frá landinu sínu Írak, kallar hann og segir, ég ætla að gera fyrir þig sáttmála. Ég ætla að blessa allan heiminn, alla veröldina, alla þjóðir munu blessun ljóta fyrir því sem ég ætla að gera fyrir þig. Ég ætla að gefa þér son, Ísak, það verður fyrirheitna sonur og af þeim syni myndi koma ættleikur og einn dag myndi fæðast frelsari heimsins og það þessi fyrirheit. Ok, tökum núna 3:17. Með þessu vildi ég sagt hafa. Ég svo gaman svona setningu frá Páli, að því að þegar hann segir þetta, þá hann að leggja áherslu á mikilvægi þess að við skilja fagnaðindi náðarinnar. Með þessu vildi ég sagt hafa. Sáttmálan sem Guð hafði áður staðfest getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið og gildi. Ef einhver hérna eitthvað velta fyrir sig hvað lögmálið verið að tala þegar vísaði til lögmálsins, þá að vísa í laga Móse, sem við kannski þekkjum undir boðinu 10. Ekki satt? Þú skalt ekki stela, þú skalt ekki ljúga, þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki, þið vitið, þekkið þetta? En lögmálið voru miklu fleiri boður. Þetta voru 613 þegar allt var tekið saman. Það voru reglur mat, það voru reglur fatnað, það var reglur hvíldadag og ég veit ekki, mér finnst best að útskýra lögmálið, þetta var bara allt. Þetta eru 613 reglur. En það sem kannski við misskiljum oft þetta var ekki fyrir heiðinu þjóðir. Þetta var eingöngu sáttmáli við Hebrea, við Ísraelsmenn, sem Guð gerði við þá þegar hann leiddi þá út úr Egyptalandi, út úr þrældómnum, þá gerir hann við þá þennan sáttmála. Og Páll að segja hérna, þó að koma eitthvað lögmál 430 árum síðar, getur ekki fellt fyrirheit úr gildi með því að Guð ætla að láta Jesú Krist koma. Það algjörlega óháð því. Þess vegna þurfið ekki að taka lögmál inni til þess að láta fyrirheit Guðs að verða veruleika. Það óháð því. Fyrirheiti Guðs, það að hann kom samkvæmt ritningunni, dó var grafinn samkvæmt ritningunni, reis upp aftur á 3. degi samkvæmt ritningunni. Allt saman til þess að þú og ég getum fengið réttlæti, fyrirgefningu synda, allt saman fyrir trú. Algjörlega óháð einhverju lögmáli eða eitthvað þannig. Það að skilja? Við förum svo betur í þessa hluti meira og meira seinna í kaflanum. Þetta alveg óbóðslega skemmtilegt bréf og þetta bréf frelsisins. Þetta kristna lífið, að við skiljum þetta fagnaðindi náðarinnar. Ég persónulega, nú talaði bara fyrir mig, ég legg mikinn grunn af mínu trúalífi út frá Galatabréfinu. Þetta bréf, ef þú fattar þennan boðskap fagnaðindisins, þá myndu lifa í frelsi í Kristi Jesú. Halleluja. Takk, Jesús, ég þakka þér, Drottinn minn, að þú komst samkvæmt ritningunni, Jesús. Ég þakka þér, Jesús, að þú ert fyrirheitin sem Abraham fékk, Jesús, með son Ísak. Ég þakka þér, Jesús, fyrir það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal okkar, Jesús. Ég þakka þér það, Drottinn minn, að við eigum þennan upprisunarkraft sem að reisti þig, Jesús, upp frá dauðum býr innan með okkur og þannig munum við lifa með þér í dýrðinni, Jesús. Einn daginn þá mun ég standa fyrir fram að þig og eina sem að ég vil fá, þú varst trúr og diggur þjótt, Jesús. Það eina sem að ég vil, Jesús. Ég vil vera trúr þér allt í dauða, Jesús. Þú segir sjálfur í Matteusi 24. kafla, sá sem trúfastur allt til enda verður hólpinn. Allt til enda, Jesús. Þar sem ég vil. Þó að koma ykkur á ofsóknir hér og þar, þá læt ég ekki stoppa mig. Páll segir í Rómverjabréfinu 8:37, hvorki hæðin ég dýpt né nokkuð annað getur gert okkur viðskilja við kærleika þinn, Jesús. Á þess að þú sýndir okkur á krossinum, Drottinn minn. Það fullkomnað, Jesús. Og ég bið fyrir Kalum þegar hann predikar orð þitt, meiri smyrja vari hans og tungu, Drottinn minn. Ég bið fyrir Hilmari, meiri smyrja vari hans og tungu þegar hann túlkar, Jesús. Og bara allir okkar göngu að minnast þess hvað þú gerir fyrir okkur og gefa þér dýrðina, Jesús. Í Jesú nafni, amen. Fór aðeins út fyrir tímanum. Það var svo flott hjá hann.
Amen. Amen. Let's pray. Skulum biðja. Heavenly Father, we thank you for this day. Faðir, við þökkum fyrir þennan dag. We thank you that you know each one of us that we're going to be here today. Við þökkum fyrir að þú þekkir eitt og sérhvertur okkar að við myndum vera hér viðstödd í dag. And we render ourselves to you as vessels, Father. Og við gefumst þér sem þín kér. Speak to us, your people, Talaðu til okkar eins og þinn líður. your sons and daughters. Synir þínir og dætur. Let your word cut through our hearts today, Father. Láttu orð þitt skerast í hjörtu okkar í dag. Let us know that we've had an encounter with you today, Father. Að við mættum vera fullvissum að við höfum átt samfund við þig í dag. Such a powerful time of praise and worship. Þvílík kröftug lofgjörð og tilbeiðsla. We know you're present in the house today. Við vitum að nærvera þín er hér í dag. Speak to us Talaðu til okkar. in Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. 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 So God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf sinn eigin engasson til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur eignist eilíft líf. And this is love, not that we love God, but that he first loved us. Og þetta kærleikurinn, ekki að við erum að elska Guð, heldur að hann elskaði okkur fyrst. For when we were weak and ungodly, at the right time, Jesus Christ on the cross took the price for all of us. Jafnvel þótt að í veikleik okkar, þá á settum tíma kom Jesus Kristur og tók syndir okkar á krossinum. Whilst we were still sinners, he came and laid his life down. Þegar við vorum ennþá í syndum okkar, þá kom hann og lagði líf sitt niður. It wasn't like we were worthy, Það var ekki eins og við varum eitthvað verðug, but he came. en hann kom. And because of him, we get to live. Og hans vegna þá lifum við. Not just to live, but to live a life abundant in Christ. Ekki bara að lifa af, heldur að lifa í fullri gnægð í Jesú Kristi. Everything we need for life and godliness, we get and receive in him. Allt það sem við þurfum til lífs og guðrækni, það meðtökum við í honum. And not only that, we get to avoid the wrath of God. Og ekki bara það, við fáum að forðast og komast undan reiði Guðs. For the wages of sin is death, and all have sinned and fall short of the glory of God. Því að laun syndarinn er dauði og það skortir alla skortir Guðs dýrð. And God sent his son. Og Guð sendi son sinn. He gave him up for us. Hann gaf hann upp okkar vegna. That's how much God loves us. Það er svo mikið sem Guð elskar okkur. There was nothing that he was willing to spare to see us being reconciled to him. Hann lagði sig allan fram, hann gerði allt sem við hans valdi stóð til þess að við mættum vera í sátt við hann. And Jesus laid down his will. Og Jesus lagði niður líf sitt. He says, not my will, but your will be done, Father. Og hann sagði ekki minn vilji, heldur þinn vilji, Faðir. He was forsaken in our stead. Hann var yfirgefinn í okkar stað. And we will never be forsaken. Og við munum aldrei vera yfirgefin. He will never leave us. Hann mun aldrei sleppa okkur hendinni. He's with us always to the very end of the age. Hann er með okkur alla tíð, allt til enda veraldar. He paid the price. Hann greiddi gjaldið. He ransomed us. Hann endurleysti okkur. He redeemed us. Hann endurkeypti okkur. He sealed us, each one of us, individually with his Holy Spirit. Hann innsiglaði eitt og sérkvöld okkar með sínum heilaga anda. And we have every spiritual blessing in the heavenly realms. Og okkur hefur verið úthlutað sérkveð andleg blessun í himinhæðum. And it's no longer I that live, but Christ that lives in me. Og það er ekki lengur ég sem lífi, heldur lifir Kristur í mér. Do we understand the magnitude of what God has done for us? Erum við að ná utan það mikilvæga þess hvað Guð hefur gert fyrir okkur? I mean, Jesus Christ took all of our sin, all of our shame, all of our disease upon himself, the innocent one. Hann tók allt á sig, allar okkar syndir og alla okkar skömm, og hann tók þetta allt á krossin.
Him who knew no sin became sin for us. Hann sem þekkti ekki synd, varð synd okkar vegna. He came to reconcile, to make a way that we can get back to the Father. Hann kom og gerði sáttagjörðina, við mættum komast aftur í samfélag við föðurinn. To ransom us, Til að endurleysa okkur. that we would become living sacrifices for Að Him. við mættum verða lifandi fórn fyrir hann. Nothing held back. Ekkert engu haldið aftur. No more excuses. Engar afsakanir. Nothing put before us. Það ekkert sem að stendur í vegi fyrir okkur. He made it all possible. Hann gerði þetta allt mögulegt. And then He chose to commission us, Og síðan valdi hann að senda okkur út. to work with us. Að vinna með okkur. The living God chooses to work through us, Hinn lifandi Guð velur að vinna í gegnum okkur. to commission us to go and make disciples. Hann gefur okkur kristniboðskipuna að fara út og gera allar þjóðir að lærisveinum. He blesses us with a ministry of reconciliation. Hann blessar okkur með þjónustu sáttargjörðarinnar. He makes us His ambassadors on the earth. Hann gerir okkur að sendi herrum sínum hér á jörðu And He calls us to be salt and light. og kallar okkur til þess að vera salt og ljós. So if you're wondering what your purpose is as a Christian, you're called to be salt and light. Og ef þú ert eitthvað að velta fyrir hver tilgangur þinn er sem kristinn, þá ertu kallaður að köllu til þess að vera salt og ljós. And then we see in Galatians, Paul writes to them and he says, who has hindered you from running the race? Say this again. In Galatians, we see Paul said, who has hindered you from running the race? Já, hann segir í Galatabréfinu, hver er að hindra ykkur að þið hlaupið, kapplaupið? What is holding us back from Father- becoming those witnesses? Hvað er að halda aftur á okkur að við séum vitnisburður hans? What is holding us back from making disciples? Hvað heldur okkur aftur að við séum að gera lærisveina? What is hindering us Hvað hindrar okkur from the fullness of God? að eiga fullnustu í Guði? Outworking the full purpose of Him through our lives. Að hann vinni sinn fullkomna og fullnustu tilgangsins í gegnum líf okkar. We heard last week about strongholds. Við heyrðum í síðustu helgi vígi. I agree. Ég er alveg sammála. These are things that hinder us from entering into the fullness of Christ. Þetta eru hluti sem að hindra okkur að ganga inn í fullnustu Krists. And we need to deal with them in our lives. Og við þurfum að kljást við þetta í líf okkar. We need to put them to death Og við þurfum að bara leggja þau að velli. by recognizing who we are in Christ Jesus. Með því að kannast við hver við erum í Kristi Jesú. Our position in Him. Staða okkar í honum. It's not about us. Þetta fjallar ekki bara okkur. It's all about Him. Þetta fjallar hann. So today, Þannig að í dag, I want to talk to us þá langar mér að við tölum saman aðeins about the idol of self. skurðgoðið sem að heitir sjálfið. The idols of self. Það skurðgoðið sjálfið. You see, as much as I would love to say we have all the excuses in the world, Alveg mikið og ég myndi vilja segja við höfum allar afsakanir í heiminum. a lot of it lies within us. En þá liggur þetta allt innra með okkur. So today I want to look at a few things. Hér í dag þá langar mér að líta á nokkra hluti. One is called pride. Eitt heitir stolt. One is called fame. Allt annað frægð. And the other one is called reputation. Og annað heitir að eiga mannorð. And what footholds these can have in our life. Og hvaða svona vígi getur þetta byggt í lífum okkar? Because they hold us back from saying, it's all about you, God. Af því þetta heldur aftur á okkur að við getum sagt hreinskilnislega, þetta fjallar allt þig, Guð. See, when we understand that our lives was purchased by the blood of the Lamb, Og þegar við skiljum að líf okkar var dýruverði keypt með blóði lambsins, so the rights to this life is transferred to someone else. þannig að réttindi fyrir þessu lífi, þau tilheyra öðrum. It's a legal transaction. Þetta lagalegu sáttmáli sem hefur átt sér stað. We are now His. Við tilheyrum núna honum.
to outwork His purpose in our lives. að hann verki sinn tilgang í lífi okkar. You wouldn't make an investment in something that's not going to give you a return. Þú myndir ekki fjárfest í einhverju sem að skilar einhverjum hagnaði. You don't go and buy a house and think, okay, it's going to decrease in value, but anyway, I'll still buy it. Og þú fer ekki að kaupa þér einhverja eign sem þú veist að mun hrynja í verði. Ég segi, ég ætla bara samt að kaupa þetta. It's the same with us. Það er að sama við okkur. He didn't hold anything back Hann from us. hélt engu aftur af fyrir okkar vegna. Yet we still think we're more important. Samt höldum við að við séum meira, séum betri. We still Mikilvægari. think it's more about us. Við höldum að þetta fjalli meir okkur. But God says no. En Guð segir nei. You see, pride Þið sjáu að stolt is considered an idol það litið á það sem skurðgoð. as it puts self at the center of our life. Af því að þá erum við að setja sjálfið sem þungamiðju lífsins. Displacing God Þá færum við Guð úr stað and becoming an object of worship. og við verðum sjálf aðal lofgjörðar eða tákn lofgjörðar. So we worship self and our own desires. Og þannig að við erum alltaf að tilbiðja sjálfið og okkar gyrndir og þrár. Instead of putting the old man to death Í staðinn fyrir að grafa gamla mannin and everything he represents, og allt það sem hann stendur fyrir, we still allow him a foothold in our lives. en þá eins og við gefum honum svona smá lendingapall í líf okkar. And that becomes what we live for, Og það verður allt í einu það sem við lifum fyrir. fulfilling those desires Að uppfylla eigin gyrndir. instead of glorifying and exalting God. Í stað þess að upphefja og lofa Guð. You see, God makes it clear though, En Guð, þetta alveg hreinar línur með Guð. pride goes before destruction. Að dramb undanfari falls. And a haughty spirit before the fall. Og það sem sagt slóttugur andi fyrir áður en þú fellur. Proverbs 16:18. Þetta orðskuðirnir 16:18. You see, God will humble the proud. Þið sér það Guð, hann mun auðmýkja þá sem eru í stolti. And he will give grace to the humble. Og hann gefur auðmýkum náð. James 4:6. Þetta Jakobsbreið 4:6. You see, a proud heart is actually seen as an abomination to God. Þið sjáu að þetta svona oflæti bara Guði anstig. You see, we need to recognize that everything we have in life Við þurfum að kannast við að allt það sem við höfum í lífinu is from him. frá honum. Everything we have in life is Allt from him. það sem að tilheyrir okkur í lífinu frá honum. Your ability in business Eiginleikiðin í viðskiptum is from God. af Guði gefin. Your wisdom Viska þín is from God. af Guði gefin. Your ability to interact and teach Eiginleikið til þess að kenna from God. gefin af Guði. Your ability to serve Eiginleikið til þess að þjóna is from God. af Guði gefin. Your ability to do anything in your life is from him. Allt það sem þú megnar í lífiðinu Guðs gjöf. Your ability to sing and lead worship Eiginleikið til að syngja og leiða lofgjörð is not my own gift. Þetta ekki mín gáfa, It's from God. þetta frá Guði. Joanna before the service. Joanna before the service. Og það sem Jóhanna fyrir lofgjörðastundina, She's telling me on Friday she couldn't speak. hún sagði mér á föstudaginn, hún var bara, gat ekki talað. She's praying Og hún var að biðja and wakes up og hún vaknar ready to praise God. og tilbúin til þess að lofa Guð. You see, it's not about us. Þetta fjallar ekki okkur. It's about our ability to glorify and exalt God in and through our lives. Heldur eiginleikið þess að við getum lofað og tignað Guð í gegnum líf okkar. Whatever we do or say in word or deed, Hvað sem við gerum í orði eða verki, we do to glorify God. það gerum við Guði til dýrðar.
not ourselves. Ekki til þess að hefja upp sjálf okkur. So we need to lie down, Þannig að við þurfum að lægja okkur, put ourselves down, við þurfum að lítillækka okkur, that Christ in us would increase. svo að Kristur í okkur megi rísa. When pride comes, then comes disgrace. Og þegar dramsemin kemur, þá veitir á fall. But with the humble is wisdom. En með auðmjúkum viska. Proverbs 11:2. Þetta orðskviðirnir 11:2. And we see in Proverbs 29:23, Í orðskviðnum 29:23, a man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. hroki mannsins lægir hann, en hinn lítilláti mun virðingu hljóta. Contrary to what we think, Þetta akkurat omvendt það sem við höldum. it works in reverse. Þetta virkar á öfugan hátt. See, when we humble ourselves before God, Þegar við auðmjúkum okkur frammi fyrir Guði, He gives us wisdom and understanding and exalts us. þá gefur hann okkur vísdóm og visku og lyftur okkur upp. It's not about us. Þetta fjallar ekki okkur. Will we allow Him to change our lives? Leifum við honum aðgang að umbreyta lífum okkar. Jeremiah 9:23-24 says, Í Jeremía 9:23-24. 23 and 24. 23-24. Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, not let the rich man boast in his riches, but let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Svo segir Drottinn, hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni, og hinn sterki hrósi sér ekki af styrkleika sínum, og hinn auði hrósi sér ekki af auði sínum. Hver sá vill hrósa sér, hrósi sér af því að hann sé hygginn og þekki mig. Að það ég, Drottinn, sem auðsýni miskunnsemi, rétt og réttlæti á jörðinni. Því að á slíku hef ég velþóknun, segir Drottinn. Amen. You see, and when we allow pride to really have its way in our lives, Við sjáum að þegar við hleypum hrokunum að, we see a couple of different examples in the Word. og við sjáum nokkur dæmi þetta í ritningunni, But there's nothing much quite like Nebuchadnezzar's fall. en það fátt sem að lýsir þessu betur heldur en saga Nebúkadnesar, eða fall hans. And he was, got this picture, this dream. Og hann, Guð mætti honum í draumi, And Daniel interpreted it for him. og Daniel, hann útlaði drauminn, And at the end of 12 months, og eftir 12 mánuði, he's walking on the roof of his palace. hann á gangi á hústaki sínu, And he's saying, it's not this great Babylon which I've built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty. Þetta ekki alveg frábær borg þessi Babylon sem ég búinn að reisa og byggja á? And while the words were still being spoken, Og meðan hann var enn að tala, there fell a voice from heaven. þá kom rödd af himni. O King Nebuchadnezzar, Og þú konungur Nebúkadnesar, to you it is spoken, til þín talað, the kingdom has departed from you, og konungsríki hefur verið frá þér tekið. and you shall be driven from among men, Og þú munt vera útvísað úr mannahópi, and your dwelling shall be with the beasts of the field, og þú munt dvelja með dýrum merkurinnar, and you shall be made to eat grass like an ox, og þú munt éta gras eins og uxi, and 7 periods of time shall pass over you, og 7 plágur munu hellast yfir þig, until you know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom He will. þangað til þú viðurkennir að það hinn hæsti sem að veitir hverjum konungdóm sem hann velur. You see, we need to understand who we are in Christ. Við þurfum að skilja hver við erum í Kristi. Humble ourselves before God. Auðmýkja okkur frammi fyrir Guði. Exalt Him in our lives Að við upphefum hann í lífum okkar and give Him the glory. og gefum honum alla dýrðina.
that it may be well with us. að þannig mun vel fara fyrir okkur. Fame. Frægð. Fame's a double-edged sword. Frægðin tvíeggjað sverð. You see, the good thing with fame, Að það góða við fræðina, it could be God-blessed fame. eða að þetta getur verið fræð sem blessuð af Guði. We see that with Abraham in Genesis. Við sjáum þetta með Abraham í fyrstu Mósebók. And I will make a great nation of you, and I will bless you and make your name great, and to you will be a blessing to all people. Það sem hann segir að hann muni blessa allar þjóðir heims í gegnum Abraham. We see how God blessed David with great valor and victories in battle. Og við sjáum hvernig Guð blessaði Davíð í stríði og í herkænsku. We see how he blessed Solomon with wisdom. Og hvernig hann blessaði Salómon með visku. He was the wisest man on all the earth. Hann var vitrasti maður allra tíma. There is none that was found to be wiser than him. Það fannst enginn með jafnmikla visku og Salómon. And everybody came to hear his wisdom. Og allir komu til að heyra visku hans. But God is the one that blessed him. En það var Guð sem blessaði hann. And Jesus, Og Jesús our best example. besta fyrirdæmið okkar. Fame spread because of his miraculous healings and teachings. Hann var frægur fyrir lækningarkraft sinn og kennslu sína. But that had a purpose. En það hafði allt tilgang. To see the gospel spread. Til þess að sjá fagnaðarindið fara út. You see that? Við, sjá, Mark 1:28. við sjáum í Markus 1. And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee. Í versi 21. Það segir að það sem fagnaðarindið dreifðust allt. Yeah. Mark 1:34, he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak because they knew him. Hann læknaði marga þjáðust af ýmsum sjúkdóm og rak út marga illa anda. En illu öndunum bannaði hann að tala því að þeir vissu hver hann var. So as much as the fame of Jesus went around very quickly, Því eins mikið og fræð hans breyttist út, he recognized it wasn't about him þá gerði hann sig grein fyrir þetta fjalla ekki bara hann. because he came to do the will of the Father. Því að hann kom til þess að gera vilja föðurins. He didn't come to glorify himself. Hann kom ekki til þess að heimta alla dýrðina sjálfur. So he wouldn't let the demons spread about him. Þannig að hann leyfði illu öndunum ekkert að tala. They knew who he was, Þeir vissu hver hann var. but Jesus wouldn't allow them to speak about him En hann leyfði þeim ekki að tala hann. because it was about the Father. Af því þetta fjallaði að hann var opinbera föðurinn. And the man with the blind eyes, Og maðurinn sem var blindur, he took him out the village. hann fór með hann út úr He þorpinu. healed the man so he could see. Og hann læknaði manninn og hann fekk sjónin aftur. And then he asked him, go back to your house, but don't enter the village. Hann sagði, farðu aftur heimtíðin en ekki fari gegnum þorpið. You see, he knew Hann vissi who he was. hver hann var. He knew what his purpose was, Hann vissi tilgang sinn. but he didn't want the fame. Hann vildi ekki fræðina. He wanted to point all the glory to his Father. Hann vildi beina allri dýrðinni til föður síns. He even said, I only do what I see my Father doing. Hann sagði, ég geri einungis það sem ég sé föðurinn gera eða segja. He pointed people to the Father, Hann var að beina fólki til föðurins, to God. til Guðs. He came to glorify God and do his will. Hann kom til þess að gera Guð dýrlegan og gera hans vilja. You see, so that was fame from God, Sérðu að þetta var fræð sem var blessuð frá Guði. where God anointed Solomon and David. Og þegar Guð smurði Davíð And he blessed Abraham. og hann blessaði Abraham And he blessed Jesus, og hann blessaði Jesú, the Son, son sinn, who came to make a way for us. sem kom til þess að gera okkur farveg. But he himself drew people to the Father. En hann dró fólk til föðurins. He drew to the Father. Hann dró fólk til föðurins. You see, and then there's fame, which is
self-promotion. Þið sjáu að fræðin getur verið að þú sért verið svona sjálfsuppafning. We want people to recognize us. Við viljum að fólk taki eftir okkur. No, Nei, we are not asked to do that. við erum okkur ekki skipað að gera þetta þannig. If God exalts us, fine. Ef að Guð upphefur okkur, fínt. But if not, there's Ef- consequences. Ef ekki, þá afleiðingar. Proverbs 27:2 says, let another praise you, not your own mouth, a stranger, not your own lips. Orskviðni 27:2 segir að lát aðra hrósa þér og ekki þinn eigin munn, óviðkomandi menn, en ekki þínar eigin varir. Don't exalt ourselves. Ekki vera að upphefja sjálfa þig. You know, we put this post on Facebook Við setjum svona eitthvað á Facebook and we're waiting for the dings to see who's liking it. og svo býðum við eftir lækinu. Hvað eru margir sem læka þetta? No, Nei, be honest. vertu heiðarlegur. Speak the truth. Talaðu sannleikan. Allow God to bring the glory. Leyfðu Guði að koma með dýrðina. We see the consequence of Herod. Við sjáum afleiðingarna fyrir Herodes konung. He wanted the fame. He stood there. He didn't like this nation. Hann stóð þarna og hann líkaði ekki þjóðin. The people of Tyre and Sidon, Og fólki frá Týr og Sídon they came to him sem kom til hans. on an appointed day. Herod put on his royal robes, took his seat upon the throne. Og hann setti á sig konungsklæðin og settist í hásætið. And he did an oration to them. Og hann hafði tal við þá. And the people are shouting, the voice of God, not of man. Og fólki hrópaði, rödd Guðs, ekki manns, rödd Guðs, ekki manns. Boom, he's dead. That's what the scripture says. Og hvað gerist? Ritningi segir, hann fjall niður dauður. Immediately an angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory. Og and he was engin eaten by drottins worms. kom og lagði hann á velli af því hann gaf ekki Guði dýrðina. Gone. Horfin. Fame from God, wonderful. Fræð frá Guði, frábært. Embrace it. Umvöðu það. Receive it. Meðtaktu það. And give him the glory for it. Og gefðu honum dýrðina fyrir það. Recognize who it's from. Kannastu við hvaðan uppsprettan er? Self-seeking fame, Að upphefja sjálfan sig, cut it off at the head. tökum það bara úr hálsliðnum. Put it to death. Deyðum það. Humble yourself before God Auðmyttu þig frammi fyrir Guði. and be used for his glory. Og láta hann nota þig fyrir sína dýr. Reputation, Mannorð, wonderful thing. frábært atriði, We are told that our reputation is highly valuable. að gott mannorð er gulli betra, We are told to seek a good name over riches. að við eigum að sækjast eftir góðu mannarði fremur en auð, And it reflects our character and therefore can influence others. því að það endurspegla karakter okkar og hvernig við komum fram við aðra. We see this in Proverbs 22:1. Í orðskviðni 22:1, A good name is to be chosen rather than great riches. það segir að 22:1 segir, gott mannorð er dýrmætara en mikill auður, vinsæld er betri en silfur og gull. Ecclesiastes 7:1 says, a good name is better than precious ointment. Í predikarunum, what did you say, 7? 7:1, Ecclesiastes 7:1. Betra er gott mannorð en góð ilmsmyrsl og dauðdagur betri en fæðingadagur. Amen. You see, the Bible connects reputation with conduct. Þið sjá að Biblían hún tengir mannorð við framkomu, Which is a good thing. sem er gott mál. Siba has been talking about it a lot. Og Sibba er búin að vera að tala þetta mjög mikið. We will be known by our fruit. Við munum vera þekkt af ávexti okkar. Our fruit shows our character. Ávextur okkar lýsir yfir karakter okkar. So it's good for us to desire Þannig að það er heilbrigt að sækjast eftir and to have og eignast a good reputation. gott mannorð.
However, En reputation must never become a reason for us not sharing the truth. En mannorðið má aldrei standa í vegi fyrir því að deila sannleikanum. Does your colleagues, does your boss, does your friends, does your family know you're a Christian? Vita samstarfsmenn þínir, yfirmaður þinn, fjölskyldaðinn að þú ert kristinn. Oh, we're too embarrassed to say we're a Christian. Nei, ég skammast mín of mikið til þess að segja ég sé kristinn. Jesus has a warning for us. Jésús hann sagði varnarorð við þessu. If you deny me before man, Ef að þú afneitar mér frammi fyrir mönnum, I will deny you before the Father. þá afneita ég þér frammi fyrir föðurnum. See, we have been purchased. Þið sjáu að við erum dýruverði keypt. We have absolutely nothing to be ashamed of. Við eigum ekki að þurfa að skammast okkar fyrir eitt né neitt. For freedom, we have been set free. Til frelsis voru við sett frjáls. To live a life that glorifies and exalts God. Að lifa lífi sem að gefur Guði dýrðina. Called to make disciples. Kölluð til þess að gera lærisveina. Called to be salt and light. Kölluð til þess að vera salt og ljós. Called to a ministry of reconciliation. Kölluð til sáttargjörðar. Called to be ambassadors for Christ. Kölluð til þess að vera erindrekar eða sendiherrar Krists. There's nothing on this earth that we have that is not from Him. Það ekkert sem við höfum hér í heimi sem ekki frá honum. Nothing. Ekkert. We need to recognize Him in our life. Og við þurfum að kannast við þetta í lífum okkar. We need to be willing and happy to share. Við þurfum að vera viljug og vera örlátt að deila. It's like we're the wedding planners. Við erum eins og sem að sjá brúðkaupið. Inviting the bride to come and meet the bridegroom. Við erum að bjóða brúðina að koma og hitta brúðgumann. Jesus is our groom. Jésús brúðguminn okkar. Not male and female, He is our groom. Ekki kona eða karl, hann okkar brúðguminn. And we have a calling to introduce people to Him. Og köllun okkar svo að við eigum að kynna fólk fyrir honum. And my reputation Og mannorð mitt is not more important than a person's soul. Ekki meira virði heldur en sál annara mannesku. My pride is not more important than a person's soul. Hroki minn eða stolti mitt ekki meira virði heldur en sál annara mannesku. My fame is not more important than a person's soul. Mín frægð ekki meira virði heldur en sál annarar mannesku. He spared not one penny to save me. Hann skildi ekkert, hann gerði sig algjörlega gjaldþrota á himnum til þess að bjarga mér og þér. Not one krona did He spare to save each one of us. Hann sparaði ekki eina krónu. So how do we feel it fitting to not glorify Him? Og hvernig á það ekki að passa að við gefum honum ekki alla dýrðina? And introduce people to Him. Að kynna fólk fyrir honum. For He is the way, the truth, and the life. Því hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. And outside of Him we are dead. Og án hans við dauð. And in Him we have abundant life. En í honum eigum við líf í nægtu. And we are called to be salt and light. Og við erum kölluð til að vera salt og ljós. To live for His glory. Að lifa fyrir hans dýrð. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Don't hinder the calling. Ekki standi í vegi fyrir köllunni. Don't stop running the race. Ekki hætta kapplöpunu. Let God cut away the nonsense. Leyfðu Guð að skera burt það sem ónýtsamlegt. Pride. Hroka. Reputation. Mannorð. Fame. Frægð. Let Him cut them away. Leyfðu honum að skera þetta burt. And then you say, I am yours, God. Send me. Og segðu, ég tilheyri þér Guð, sendu mig. Amen. Amen. Wow, powerful word, I have to say. Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum.